Fundur settur á Alþingi. Ég vil vekja athygli hv. alþingismanna á því að forseti öldungadeildar þjóðþings Póllands, frú Małgorzata Kidawa-Błońska, stödd á þingpöllum ásamt sendinefnd. Þingforsetinn hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands í boði forseta Alþingis. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða öldungadeildarforsetann og sendinefnd velkomin í Alþingishúsið og vænti þess að heimsókn þeirra til Íslands verði til þess að styrkja tengslin á milli landa okkar. Alþingi vottar forseta öldungadeildar pólska þingsins og pólsku þjóðinni vináttu og virðingu. Ég bið hv. þingmenn, alþingismenn, að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum. Takk fyrir. Fjarvistarskrá liggur frammi. Forseti gerir ráð fyrir að gera hádegishlé klukkan 12 í 1 klukkustund á þessum fundi. Útbýtt á fundinum þingskjali 59, breyting á ýmsum lögum varðandi aldursmörk, frumvarp, flutningsmaður Hildur Sverrisdóttir og Vilhjálmur Árnason. Þingskjali 60, þingleg meðferð EES-mála, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir og fleiri. Þingskjali 64, umferðarlög, frumvarp, flutningsmaður Þorgrímur Sigmundsson, flutningsmenn Þorgrímur Sigmundsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingskjali 87, hjólaleið milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Þingsályktunartillaga, flutningsmaður Pavel Bartošek og fleiri. Þingskjali 92, úrbætur vegna umferðarflæðis og umferðaröryggis í Grafarvogi, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Þingskjali 93, bætur og málskostnaður vegna starfsmannahalds ríkisins, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Þingskjali 94, fjöldi ákærðra með erlent ríkisfang, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Þingskjali 95, rekstur fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Þingskjali 96, líkbrennsla, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Og þingskjali 97, aðgangur að sjúkraskrám, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru utanríkisráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra, heilbrigðisráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra. Virðulegi forseti. Í stefnu Flokks fólksins kemur fram að brýnt sé að ráðast í aðgerðir með sveitarfélögum til að stórauka lóðaframboð og brjóta nýtt land. Þetta gott stefnumál sem ég tek undir. Óumdeilt að vandi húsnæðismarkaðarins hér á landi skortur á framboði á íbúðum og þess vegna mikilvægt að tryggja nægt framboð lóða í takt við fjölgun íbúa. Það skiptir máli að vaxtarmörk sveitarfélaga vinni ekki gegn þessu markmiði og hindri uppbyggingu húsnæðis innan sveitarfélaga. Í svari hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn hv. þingmanns Rósu Guðbrandsdóttur svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og mannfjölda viðurkennt að fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu hafi farið fram úr forsendum í svæðisskipulagi áranna 2015 til 2040 og að aukning íbúa 70.000 muni verða mun hraðari en gert var ráð fyrir. Þessi hraða þróun hlýtur að gefa tilefni til þess að yfirfara með heildstæðum hætti vaxtarmörk sveitarfélaga, enda gríðarlegt hagsmunamál að ræða fyrir ungt fólk, fjölskyldur og alla þá sem leita sér að heimili. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp hv. þingmanns Hildar Sverrisdóttur sem í fullu samræmi við áðurnefnd markmið og leggur til að afnema neitunarvald á vaxtarmörkum sveitarfélaga. Ég spyr því ráðherra: mun hún styðja umrætt frumvarp sem sett fram með það að markmiði að stórauka lóðaframboð og brjóta nýtt land? Ef svo
hvaða skref ætlar ráðuneyti hennar að taka á þessu kjörtímabili til að tryggja að þessi stefna verði framkvæmd? Og ef ekki, hvernig hyggst hæstv. Ráðherra þá svara þeirri gagnrýni að stefna flokks hennar og ríkisstjórnarinnar séu ekki samrýmanleg nema þessi breyting verði samþykkt og framkvæmd? Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland svarar fyrirspurn. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðrúnu Hafsteinsdóttur fyrir alveg afspyrnugóða fyrirspurn og fyrri hlutinn á henni var svo vel orðaður að ég hefði ekki getað orðað hann betur sjálf. Þannig að mér þykir þetta frumvarp Hildar Sverrisdóttur hv. þingmanns margt alveg til fyrirmyndar. Hvort að ég mun vera á græna takkanum eða annað slíkt hef ég nú ekki hugsað mér að tjá mig hér, en mér finnst frumvarpið mjög gott og það er allra athygli virði. Og mér persónulega, ef ég á að segja alveg frá mínum bæjardyrum séð, þá finnst mér algjörlega ótækt að eitt sveitarfélag geti komið í veg fyrir vaxtamörk annars hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það er alveg rétt sem hv. þingmaður bendir á, hér eru í rauninni mjög mikil þörf á frekari uppbyggingu og það liggur fyrir að við erum í góðu samtali og samráði við sveitarfélögin víðs vegar landið og við munum í rauninni á þessu kjörtímabili sjá gríðarlega mikinn vöxt og mikla uppbyggingu á bæði blönduðum íbúðabyggðum og sér í lagi þeim íbúðum sem er almennt skortur á, félagslegum íbúðum. Við erum nú þegar með 1.900 nýbyggingar hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu óseldar og það er einfaldlega út af því að þessar íbúðir eru ekki alveg það sem markaðurinn er að kalla eftir, þannig að þær verða lengri í endursölu og það er svolítið dapurt að hafa þá stöðu þegar við vitum að það er raunverulegur skortur á markaðnum. En ég get tekið undir aftur og tek endalaust undir það með hv. þingmanni. Mér hugnast ekki svona vinnubrögð að eitt sveitarfélag geti í rauninni ráðið vaxtamörkum annars. Þetta minnir mig svolítið á öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem ég er nú ekkert allt of spennt fyrir, að ein þjóð geti bara hreinlega hamlað öllu sem þar fer fram, svo ef við ættum að koma með stórfurðulegan samanburð. En það a.m.k. kemur til skila mínum skoðunum hvað það varðar. Við erum að vinna ötullega í mínu ráðuneyti að því að einmitt mæta þessari þörf. Eina sem mér dettur í hug þegar við tölum vaxtamörk og þann ótta sem mér heyrist aðilar vera með að sé allt í einu hægt kannski að byggja einhver græn gímöld bara á lóðamörkum sveitarfélaganna. Það þarf ekki sveitarfélögin til. Við fengum grænt gímald algjörlega ókeypis hérna upp í Álfabakka á dögunum. Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis tekur aftur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir svarið. En í áðurnefndu svari ráðherra við fyrirspurn hv. þingmanns Rósu Guðbjartsdóttur segir að endurskoðun á skipulagslögum sé ekki til skoðunar að svo stöddu. En þó hafi ráðherra í hyggju að ráðast í slíka endurskoðun með það fyrir augum að liðka fyrir breytingum á vaxtamörkum þegar sveitarfélög komast ekki að sameiginlegri niðurstöðu. Og þetta er kjarni málsins og hér þarf skýrleika, hæstv. ráðherra. Eins og fram kom í vikunni hér í máli hv. þingmanns Rósu Guðbjartsdóttur býr fólk hvorki í skýrslum né skipulagstillögum. Þess vegna er brýnt að ráðherra grípi strax til aðgerða sem hún hyggst ráða í. Þess vegna spyr ég hæstv. ráðherra, hvað nákvæmlega hefur hún í hyggju í þessum efnum? Hvernig sér hún fyrir sér að liðka fyrir breytingum á vaxtamörkum eins og hún hefur boðað í takt við stefnu Flokks fólksins? Er það skoðun ráðherra að neitunarvald eins sveitarfélags víki fyrir ákvörðun aukins meirihluta þegar ágreiningur rís? Og mun ráðherra beita sig fyrir því að þessi breyting verði unnin með Alþingi á þessu þingi þannig að sveitarfélög fái aukið sjálfstæði í því augnamiði að ráða bug á húsnæðisvandanum? Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra tekur aftur til máls. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar. Ég veit ekki hvernig hv. þingmaður getur fundið út óskýrleika í mínu fyrra svari. Ég var algjörlega skýr hvað það varðar. Mér hugnast ekki svona samkrull þar sem eitt sveitarfélag getur í rauninni ráðið afdrifum annars hvað lýtur að vaxtamörkum. Þannig að við erum virkilega að vinna í málinu
og mun ég fylgja eftir því svari sem að hv. þm. Rósa Guðbjartsdóttir fékk frá mér á sínum tíma. Þó reyndar einhver hafi skrifað það fyrir mig en það er önnur saga. En hv. þingmaður væntanlega þekkir það. En ég var sátt við svarið vegna þess að það var í rauninni algjörlega í takti við mína skoðun og okkar í Flokki fólksins hvað lítur að þessu. Sveitarfélögunum er tryggt sjálfstæði í stjórnarskrá þannig að þrátt fyrir svona þetta er náttúrulega samningur sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og þau verða þá náttúrulega kannski líka að sýna sjálfstæði sitt í að stokka það upp. Það gæti líka verið til bóta fyrir okkur öllin. En jú, í sátt og samlyndi munum við vinna þetta saman, hv. þingmaður. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Félags- og húsnæðismálaráðherra. Já, virðulegi forseti, ég hef nú oft dáðst af hæstv. félagsmálaráðherra, formanni Flokks fólksins, í baráttu sinni og flokksins fyrir bættum kjörum þeirra sem að minna hafa og einnig að taka í raun og veru upp hanskann fyrir þá sem að þurfa að berjast við eitthvað ójafnræði. Þess vegna hefur það vakið nokkra furðu mína að Flokkur fólksins, flokkur Ingu Sæland, hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur í áherslum nýrrar ríkisstjórnar verið að leggjast gegn landsbyggðinni, verið að samþykkja að slá af 8 sýslumenn á landsbyggðinni, að slá af heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og þar með eina 8-9 framkvæmdastjóra á landsbyggðinni, að leggja niður héraðsdómstólana og þar með æðstu starfsmenn dómstólanna á landsbyggðinni. Þarna erum við komin í einhverja 30 af þeim embættismönnum ríkisins sem eru með hæstu stöður, sýslumenn auðvitað efstir þar. En það tók þó steininn úr þegar að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra í gær tilkynnti öllum framhaldsskólum landsins að nú skyldu þeir lagðir niður. Ekki hver og einn, heldur skólameistararnir, settir undir einhvers konar millistjórnsýslustig 4 til 6, það er óljóst hvað það verður, án nokkurs samráðs, og bæta þá við einhverjum 15-20 að æðstu embættismönnum ríkisins. Og erum við þá komin í einhverja 45 af þeim stöðum sem ríkið heldur á og þetta gerist á sömu dögum og okkur er gert ljóst að hlutfall opinberra starfa er hæst hérna á höfuðborgarsvæðinu og æðstu embættismenn ríkisins starfa allir hér. Þetta hefur vakið furðu mína og mig langar til þess að spyrja hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra hverju þetta eiginlega sætir. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland svarar fyrirspurn. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Inga Jóhannssyni fyrir þessa stórfurðulegu fyrirspurn því að hún heyrir annars vegar undir mennta- og barnamálaráðherra og hins vegar undir dómsmálaráðherra og í ljósi þess að hv. þingmaður hefur mikla þingreynslu og líka sem ráðherra þá veit hann mæta vel að þegar að mál eru á frumstigi og verða að kynna þau þá eru þau yfir höfuð að taka miklum breytingum í meðförum þingsins. Í lok dags þá er það Alþingi Íslendinga sem á síðasta orðið öll mál sem að hingað koma inn. Þannig að svo gætir þarna ákveðins misskilnings þar sem að við vorum að fá kynningu einmitt frá hæstv. mennta- og barnamálaráðherra í gær þessar fyrirhuguðu breytingar á framhaldsskólastiginu og þær eru aðallega þær að skólameistarar verða skólameistarar sem skólastjórar verða skólastjórar. Ég átta mig ekki alveg á því hvað hv. þingmaður á við. Kerfisbreytingin felst aðallega í því að létta í rauninni á stjórnsýslu fjármála skólanna hvers um sig og koma með miðlæga grunna út kjördæmin og líka á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað lítur að sýslumönnum og annað slíkt þá bara bið ég hv. þingmann bara vinsamlega að beina slíkum fyrirspurnum til hæstv. dómsmálaráðherra því að það er eins og annað hér á frumstigum og í vinnslu og kemur
fyrir þing og fastanefndir og verður í rauninni lokaafgreiðsla mála þar og hér inn í þingsal væntanlega. Þannig að ég segi, mér þætti líka vænt ef að hv. þingmaður bara kæmi nú með eitthvað af þeim málum sem að heyra beint undir mig, sem er félags- og húsnæðismálaráðherra, hér með öldrunarþjónustu, nýbúin að koma fram nýju almannatryggingakerfi 1. september síðastliðinn, er með skipulagsvald og ýmislegt annað og þjóðarátaki uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þarna er ég náttúrulega á heimavelli, hv. þingmaður, og þætti vænt að slíkar fyrirspurnir bærust til mín. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis tekur aftur til máls. Já, virðulegur forseti, ég þakka nú hæstv. Ráðherra fyrir svarið og er nú ánægður með að þau sinnaskipti hafa orðið frá því síðastliðinn vetur að ráðherra gerir sér grein fyrir því að það er Alþingi sem ræður. Það er auðvitað þannig að hæstv. Ráðherra er einn af 3 oddvitum ríkisstjórnarinnar og leggur þar af leiðandi línurnar í áherslum ríkisstjórnarinnar. Og það sem vakti furðu mína og var spurningin til hæstv. Ráðherra hvernig Flokkur fólksins getur tekið undir malbiksstefnu Viðreisnar og Samfylkingar að leggja og draga úr sjálfstæði og krafti landsbyggðarinnar með því að taka öll meginstörf ríkisins af landsbyggðinni. Ég taldi hér upp 45, við gætum örugglega gengið lengra. Og það er þetta sem ég var að spyrja hæstv. Félagsmála- og húsnæðisráðherra. Ég veit vel að hæstv. Ráðherra er búin að vera býsna ánægð með breytingarnar á almannatryggingakerfinu, sem er frábær breyting frá því sem að ráðherrann var þegar hún var hér formaður Flokks fólksins í stjórnarandstöðu og vildi ekki samþykkja þessar breytingar. Mér finnst það líka frábært að fólk geti skipt um skoðun. En ég skil ekki þessa umbreytingu á Flokki fólksins þar sem ég hef ekki skynjað annað en að hjarta þeirra slái með landsbyggðinni. En ég sé það ekki í áherslum ríkisstjórnarinnar og það er það sem ég er að spyrja hæstv. Ráðherra sem einn af oddvitum ríkisstjórnarinnar. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra tekur aftur til máls. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar og ég ítreka það sem ég áður sagði, fyrir utan það að ég get bætt við, jú, Flokkur fólksins sem er risastórt hjarta sem slær af öllum krafti fyrir hagsmuni og velsæld landsbyggðarinnar eins og landsins alls. Í sambandi við sameiningu sýslumanna þá er nú einfaldlega að fjölga stöðum og þá að einfalda verkferla, þá að fjölga stöðum út á landi. Og ég hvet hv. þingmann til þess að kynna sér hlutina betur sem eru að koma bæði inn í samráðsgátt og á fleiri staði vegna þess að það kemur nú skemmtilega óvart. Og svo til þess að gleðja hv. þingmann þá er Flokkur fólksins sá flokkur sem hefur barist ötullega fyrir því að reyna að efla og tryggja afkomu sjávarbyggða hér í landinu sem er í rauninni þvert á það sem áður þekktist í tíð hv. þingmanns sem ráðherra í þáverandi ríkisstjórn. Þannig að ég segi bara áfram veginn til góðra verka. Hér er risastórt hjarta sem slær fyrir landið allt. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ólafur Adolfsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra. Virðulegi forseti. Síðasta sumar setti hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra reglugerð hækkun fæðingarstyrks og lágmarksgreiðslur fæðingarorlofs. Samkvæmt lögum fæðingarorlof er hins vegar kveðið á að eingöngu sé heimilt að endurskoða fjárhæðir greiðslna úr fæðingarorlofssjóði og fæðingarstyrk við afgreiðslu fjárlaga ár hvert. Eingöngu er hægt að breyta þeim fjárhæðum á öðrum tíma en við afgreiðslu fjárlaga ef verulegar breytingar verða á launaþróun, á þjóðhagsforsendum og þjóðarforsendum frá afgreiðslu fjárlaga. Því vil ég spyrja hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra hvaða verulegu breytingar urðu á launaþróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga sem voru kveikjan að reglugerðarbreytingunni í júlí síðastliðinn. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland svarar fyrirspurn. Já, frú forseti. Ég þakka hv. hávaxna þingmanninum fyrir góða fyrirspurn. Það bara rétt sett í hökuna á manni.
En staðan var sú í fyrrasumar að reglugerðarheimild því var breytt, þannig að ég hafði heimild til að setja þessa reglugerð. Það var bara ekki uppfært í lagasafninu. Ég veit nú ekki, og virðist vera sem ekki hafi verið gert enn. En hins vegar er það svo að það er gert ráð fyrir þessum fjármunum í fjárlögum nýrrar ríkisstjórnar og það er gert ráð fyrir þessum fjármunum í fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Þannig að ég myndi segja að það væri bara gleðilegt og frábært að við skulum vera að taka utan um barnafjölskyldur, en ég skil vel áhyggjur hv. þingmanns ef hann heldur að við séum að ganga á svig við gildandi rétt, löggjafinn sjálfur, en ég tel svo ekki vera. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis tekur aftur til máls. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin, en ég verð nú hins vegar að hryggja hana með því að ég tel það nú vera nokkuð skýrt að breytingin sem gerð var á lögunum í sumar, hún sneri í rauninni bara að því að það væri heimilt að breyta fjárhæðum á öðrum tíma en áramót, en ekki í rauninni þeim efnislegu skilyrðum sem þurfa að vera til staðar. Það er að segja að það hafi orðið veruleg breyting á launaþróun eða þjóðhagsforsendum, og þetta kemur skýrt fram í greinargerðinni með frumvarpinu í sumar. Og því ég hef nú smá stund þá langar mér kannski til að bæta við einni lítilli spurningu um það af hverju hæstv. ráðherra hafi ekki getað staðið með tillögu Sjálfstæðisflokksins um að hækkanir á mánaðarlegum greiðslum taki til allra foreldra í fæðingarorlofi en ekki bara sumra eins og raunin er. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra tekur aftur til máls. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvar. Upphafi skal endinn skoða og ég veit ekki betur heldur en einmitt að núna liggi fyrir Alþingi hér sú tillaga að fæðingarorlofið muni ná til allra, ekki bara sumra, alveg, og það liggur fyrir. Hvað lýtur að fyrri hluta fyrirspurnar hv. þingmanns, sem er mjög lagatæknilegs eðlis, að þá mun ég náttúrulega bara leggja hana fyrir sérfræðingana í mínu ráðuneyti, og því að ég tel enn að það sé ekki á nokkurn hátt sem að við erum að fara á svig við gildandi rétt. En ég þakka hv. þingmanni fyrir ábendinguna, því að ef að við erum eitthvað að sviga á milli þess sem lagalegt er og ekki, þá er það náttúrulega ekki líkt. En ég þakka hv. þingmanni fyrir. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen, og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Frú forseti. Landsvirkjun er hornsteinn íslensks samfélags og hefur í áratugi verið burðarás í orkuöflun landsins, tryggt heimilum og fyrirtækjum raforku og lagt grunn að samkeppnishæfni landsins. Það er því mikilvægt að við stöndum öll vörð um fyrirtækið og það mikilvæga hlutverk sem að það gegnir fyrir þjóðarbúið. En við þurfum einnig að horfast í augu við það að í apríl síðastliðnum þá tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA að hún hefði hafið formlega rannsókn á því hvort að Landsvirkjun hefði brotið samkeppnisreglur EES. Í ágúst bætti Samkeppniseftirlitið við með 1,4 milljarða króna sekt vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum. Þetta eru alvarleg tíðindi sem að geta haft áhrif á traust á raforkumarkaðinum og þar með á samkeppnishæfni landsins. Það sem skiptir mestu máli er að tryggja að allir aðilar sitji við sama borð, að jafnræði ríki á markaði og að neytendur, heimili og fyrirtæki geti treyst því að reglur séu skýrar og framkvæmd þeirra sé sanngjörn. Þar liggur ábyrgð stjórnvalda, ekki síst þegar er ræða fyrirtæki í fullri eigu ríkisins. Því vil ég spyrja hæstv. orku- og loftslagsráðherra hvaða viðbrögð hefur hann við þessum niðurstöðum og hvernig ætlar hann að tryggja að allir aðilar á raforkumarkaði sitji við sama borð án þess að draga úr styrk og mikilvægi Landsvirkjunar fyrir þjóðarbúið. Hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson svarar fyrirspurn.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Hvað varðar þetta tiltekna mál, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, þá hef ég ekki í hyggju að aðhafast neitt að svo stöddu. Nú fær þetta mál sinn gang. Landsvirkjun hefur gefið það út að þessari ákvörðun verði vísað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og ég sé ekki ástæðu til að grípa inn með neinum hætti að svo stöddu hvað þetta tiltekna mál varðar. Hvað varðar heilbrigða samkeppni almennt á raforkumarkaði, gagnsæi og jafnræði, þá hef ég lagt mjög þunga áherslu á það að regluverk, REMIT-regluverkið svokallaða, nái fram að ganga og við innleiðum það í íslenskan rétt, þó með því að taka mið af íslenskum aðstæðum. Þetta er frumvarp sem ég kom með fyrir síðasta þing en náði ekki fram að ganga, en ég veit að mjög mikilvæg og góð vinna fór fram í atvinnuveganefnd. Þetta er frumvarp sem miðar að gagnsæi, skýrum leikreglum þegar kemur að viðskiptavettvöngum með raforku og þetta er regluverk sem miðar líka að því að banna með skýrum hætti markaðsmisnotkun með raforku og innherjaviðskipti, ólögmæt innherjaviðskipti með raforku. Og ég vil hvetja hv. þingmenn og alla hv. þingmenn í þessum sal til að koma með í þetta verkefni, að klára það að setja þessar reglur sem allra fyrst, einmitt til þess að stuðla að jafnræði, gagnsæi og heilbrigðri samkeppni á íslenskum raforkumarkaði. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis tekur aftur til máls. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og veit að hann brennur fyrir þessum málaflokki og hefur látið til sín taka á þessu vettvangi. En mér finnst samt mikilvægt að við bregðumst jafnvel við þessum dómi og nú segir hæstv. Ráðherra að hann ætli ekki að aðhafast neitt, ætli að sjá kannski hvernig málið fer í framhaldinu, en rannsókn ESA og ákvörðun Samkeppniseftirlitsins sýna hins vegar að það er mikilvægt að reglulega sé rýnt í stöðu Landsvirkjunar en ekki síður bara allra á raforkumarkaðnum og stjórnvöld bera auðvitað ábyrgð á því að ríkisfyrirtæki starfi í samræmi við lög. Mig langar bara að spyrja hæstv. ráðherra að því hvort að hann telji ekki þörf á því að endurskoða lagalega umgjörð í tengslum við Landsvirkjunar og nú vil ég bara koma því skýrt á framfæri að slík umræða snýst ekkert það að gefa í skyn að eitthvað óeðlilegt hafi átt sér stað, heldur bara einmitt að til þess að styrkja gagnsæi og traust til framtíðar. Hvort það sé ekki tímabært bara að hefja slíka umræðu til þess einmitt að tryggja áframhaldandi traust varðandi þessi mál sem er afar mikilvæg í tengslum við líka samkeppnishæfni landsins. Hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra tekur aftur til máls. Virðulegi forseti. Raforkulög eru í stöðugri endurskoðun og hv. þingmenn geta lesið þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar því til staðfestingar að á komandi löggjafarþingi þá erum við að styrkja umgjörð raforkumarkaðar, styrkja meðal annars raforkueftirlitið og kveða með skýrari hætti í lögum á verkefni þess og sjálfstæði þess. Hvað varðar það hvort ríkisstjórnin ætlar að ráðast í einhverjar meiri háttar breytingar þegar kemur að stöðu Landsvirkjunar, þá ætla ég að vera alveg skýr með það. Það kemur ekki til greina að fara hér að brjóta upp Landsvirkjun til þess að stuðla að samkeppni á raforkumarkaði. Það kemur ekki til greina að draga með einhverjum hætti úr eignarhaldi ríkisins á Landsvirkjun eða einkavæða þetta orkufyrirtæki þjóðarinnar. Það kemur ekkert slíkt til greina. Ríkisstjórnin mun standa vörð Landsvirkjun. Þetta er orkufyrirtæki þjóðarinnar sem við eigum hérna saman og við munum gera þetta með þeim hætti að leið sé skapað rými fyrir heilbrigða og góða samkeppni á raforkumarkaði þar sem ríkir gagnsæi og jafnræði milli aðila. Það er hægt að gera það án þess að grafa með einhverjum hætti undan stöðu Landsvirkjunar og leið er auðvitað stóra verkefnið að tryggja forgang heimila og almennra notenda eins og kemur skýrt fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Þetta eru verkefnin og ég hlakka til samstarfs við Alþingi þau. Að síðustu tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Snorri Másson og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Frú forseti. Hæstvirt ríkisstjórn boðar verðmætasköpunarhaust og við tökum þátt í hugmyndavinnunni, síðast með hugmyndum að stuðla með einhverjum hætti að olíuleit á Drekasvæðinu. Það er sannarlega skref í þá átt að skapa hér fjölbreyttara atvinnulíf
samkvæmt mínum upplýsingum þá telja aðilar með mikla þekkingu á þessu sviði raunverulega líkur á að vinnanleg olía leynist innan íslenskrar lögsögu sem gæti fært ríkissjóði, tugi þúsunda milljarða krónur, tugi þúsundir, það er erfitt að segja tölurnar, þær eru svo háar. Það er hreinlega þannig. Þetta eru tölur sem gætu breytt framtíð þjóðarinnar og það besta við málið er auðvitað að þetta gæti verið gert án teljandi áhættu fyrir ríkissjóð, enda tækju áhættuna einkaaðilar þótt við fengjum náttúrulega verulega fjármuni fyrir okkar snúð. Þannig að þetta er mjög spennandi hugmynd og maður spyr sig hvað ríkisstjórnin segir við svona hugmynd á upphafi þessa verðmætasköpunarhausts. Í viðtali á Bylgjunni þá var hæstv. Loftslagsráðherra að fjalla um þetta og svaraði því að svona tæknilega séð væri lagalega séð alveg hægt að sækja leyfi fyrir þessu hjá honum í ráðuneytinu, af því að maður sækir til ráðuneytisins. Í sama viðtali tók hann hins vegar skýrt fram að eiginlega sama hvernig maður liti á málið, þá væri þessi leiðangur, eins og hann kallaði þetta, líklega ekki viðhafnarinnar virði. Fyrr á þessu ári sagði þessi sami hæstv. Ráðherra hér í þinginu, tók mun fastar í árina og sagði að það væri skýrt að það væri ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar að veita rannsóknar eða hvað þá vinnsluleyfi fyrir olíu í íslenskri lögsögu. En sæki samt endilega segir hann síðan. Að gera að sækja en ég er eiginlega búinn að segja ykkur hvað mér finnst. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að hæstv. Ráðherra geti varpað ljós á það hver raunverulega afstaða hans í málinu. Ef við segjum bara og setjum sem svo að það komi umsókn frá olíufyrirtæki, alþjóðlegum aðila með raunverulega reynslu í samfloti við íslenska aðila, svona eins og vera ber. Ef það kemur raunverulega umsókn af þeirri gerð inn í ráðuneyti hæstv. Ráðherra, hvernig mun hann beita sér eftir þeim leiðum sem hann hefur? Mun hann beita sér fyrir því að árangur náist í þeirri umsókn eða mun hann beita sér gegn henni? Vegna þess að orðin benda til þess. Og það er mjög mikilvægt ef að ríkisvaldið ætlar að vera trúverðugur mótaðili í því að skapa hérna verðmæti, að það sé skýrt hver vilji hæstv. ráðherra er. Hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti. Ég held að stóru tækifæri Íslands í orkumálum felist í grænni og endurnýjanlegri orku og nýtingu hennar. Þetta er okkar olía og verður og þarna er ný ríkisstjórn að taka til hendinni eins og alþjóð veit og leið setjum við okkur raunhæf markmið að draga úr bruna jarðefnaeldsneytis. Hvað varðar Drekasvæðið þá er það þannig að þeir stóru aðilar sem fóru fyrir leitinni á sínum tíma, þeir lýstu því sjálfir yfir með mjög afgerandi hætti og þetta liggur bara fyrir í fréttatilkynningum frá þeim tíma að þeir hefðu skilað inn leyfunum vegna þess að metnar væru litlar líkur á því að finna kolvetni sem yrði hægt að vinna með arðbærum hætti. Nú eru íslenskir aðilar að halda einhverju allt öðru fram, gott og vel, og ég ætla kannski taka það fram hér til upplýsingar að það er ekki sótt leyfi til leitar til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra eða ráðuneytisins, heldur fer það til Umhverfis- og Orkustofnunar og það gilda skýr lög sem þessi ríkisstjórn hefur ekki í hyggju að breyta, þannig að hér er ekki að ræða einhverja geðþótta ákvörðun ráðherra hverju sinni. En ég held að við verðum að nálgast þessi mál út frá staðreyndum og gögnum en ekki einhverjum getgátum. Þess vegna hef ég lagt á það áherslu frá því að ég tók við ráðherraembætti að Umhverfis- og Orkustofnun fari mjög rækilega yfir öll gögn sem var aflað á Drekasvæðinu á sínum tíma, sem rannsóknaraðilar voru skuldbundnir til þess að afhenda íslenska ríkinu. Þetta eru gögn sem lágu óhreyfð inn í læstu herbergi hjá Orkustofnun margra ára skeið. En það er rétt að þessar rannsóknarniðurstöður séu rýndar þannig að við getum tekið þessa umræðu á einhverjum vitrænum forsendum en ekki út frá uppsprengdum væntingum tugþúsunda milljarða ávinning. Þannig að við skulum halda jarðtengingunni í þessari umræðu. Ég geri ráð fyrir að Umhverfis- og Orkustofnun skili rýni á þessum gögnum fyrir áramót og þá getum við haldið áfram með þessa umræðu og byggt á gögnum og staðreyndum og vísindaniðurstöðum sem þessum aðilum ber skylda til að afhenda íslenska ríkinu og ég geri ráð fyrir að þeir hafi gert. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður tekur aftur til máls. Virðulegur forseti, ég harma að ekki fáist skýrt svar frá hæstv. Ráðherra hvernig hann myndi beita sér fyrir því, hvaða niðurstöðu hann myndi beita sér fyrir í þessu máli, en sannarlega skiptir afstaða hæstv. Ráðherra máli. Hann ber ábyrgð á afstöðu stjórnvalda í málinu og auðvitað skiptir það lykilmáli gagnvart aðilum sem hefðu hér mögulega í hyggju að fara af stað í þetta. Hver afstaða stjórnvalda er? Afstaða stjórnvalda er
neikvæð. Það virðist vera. Hún er þá afgerandi neikvæð og ég velti fyrir mér hvers vegna hæstv. Loftslagsráðherra getur ekki sagt það skýrt hér í pontu hvernig hann myndi beita sér í þessu máli þegar kemur að því að hverju Ísland á að einbeita sér í orkumálum. Þá sannarlega er endurnýjanlega orkan okkar sérstaða. Það er sannarlega satt. Hins vegar mun olía verða notuð í heiminum næstu áratugi. Við getum ráðið hvort að við ætlum að taka þátt í að framleiða hana og hagnast mögulega, hugsanlega, ævintýralega á því eða eftirláta það Íran, Sádi-Arabíu, Bandaríkjum, Rússum. En það er þá pólitíska ákvörðunin. Það er varla gert á grunni loftslagsmála vegna þess að þetta raunverulega verður notað. Við getum tryggt okkar orkuöryggi, við getum tryggt okkar efnahagslega öryggi með því að gera þetta. Þannig að það þarf þá að koma skýrt frá hæstv. Ráðherra hvers vegna honum hugnast þetta ekki, vegna þess að það er ekki bara vonin það hvort það gerist eða ekki. Það þarf að skoða það þarf að kanna það. Við getum ekki vitað það núna. En hvers vegna hugnast hæstv. Ráðherra það ekki? Er það þá bara grunni loftslagssjónarmiða? Hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra tekur aftur til máls. Já, virðulegi forseti, ég veit svo sem ekki hvað skal segja umfram það sem ég hef þegar sagt. Ég ætla ekki að taka þátt í því að skapa einhverjar uppsprengdar væntingar hjá þjóðinni tugþúsund milljarða ávinning af olíuleit og vinnslu. Ég held að við þurfum að byrja á því að fara yfir þau gögn sem var aflað á sínum tíma sem lágu óhreyfð margra ára skeið hjá Orkustofnun. Við skulum byrja þar og taka þessa umræðu út frá gögnum og staðreyndum og vísindarannsóknum, ekki út frá getgátum einhverra íslenskra aðila sem halda einhverju fram sem er algjörlega á skjön við það sem stóru aðilarnir sem fóru fyrir leitinni á sínum tíma hafa sjálfir sagt í fréttatilkynningum. Við skulum byrja á því að fara yfir gögnin hjá Umhverfis- og Orkustofnun og ræða svo þessi mál. Svo getum við rætt þessar spurningar sem hv. þingmaður víkur að. Við getum rætt þessi mál út frá þjóðaröryggi, út frá stöðu Íslands og Noregs í Evrópu. Við getum rætt þetta út frá siðferðisspurningum loftslagsmál. En það er til ósköp lítils að vera að fara yfir svoleiðis spurningar meðan það liggur ekkert fyrir sem styður þessar staðhæfingar tugþúsund milljarða ávinning og það væri ábyrgðarhluti af ríkinu að fara út í slíkar áhættufjárfestingar þegar einkaaðilar skiluðu inn leyfunum á þessum forsendum. Það kemur ekki til greina í mínum huga að fara að setja einhverjar þúsundir vinnustunda í gangi í stjórnkerfinu við að undirbúa útboð þegar einkaaðilar hafa tvisvar sinnum skilað inn leyfum vegna þess að ekki var talið forsvaranlegt að setja meiri fjármuni í þetta. Forseti minnir hæstv. ráðherra og hv. þingmenn á að ræðutíminn eru 2 mínútur. Þá er óundirbúnum fyrirspurnatíma lokið. Fundarstjórn. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis gerir athugasemdir við fundarstjórn forseta. Frú forseti, næsta mál á dagskrá er hér bókun 35. Nú liggur fyrir, ég hef sendt póst á skrifstofustjóra Alþingis og forseta Alþingis þar sem ég bendi á að enn hefur ekki verið gengið frá skrifuðum texta af ræðum umræðunnar á síðasta þingi sem gerir okkur þingmönnum sem vilja glöggva okkur á því sem hér er undir erfitt vik að skoða með hvaða hætti menn hafa eftir atvikum hagað orðum sínum á fyrri stigum eða skipt skoðun einhverjir. Þetta er hreinlega óskiljanlegt að hér sé komið mál undir þeim formerkjum að vera endurflutt og þess vegna eigi þetta allt saman að ganga mjög hratt og vel fyrir sig. Það er meira að segja í nefndum, jafn ótrúlegt og það nú er, verið að óska eftir því að endurflutt mál fái styttri umsagnarfrest heldur en hefði þeir fyrir. Virðulegur forseti, ég vil hvetja þig til að íhuga að fresta þessari umræðu þar til frágangur umræðu málsins á síðasta þingi er orðinn forsvaranlegur. Því að þessi nálgun er ótæk að hér eigi að hefja umræðu raunverulega flókin mál, álitamál, mögulega umdeildasta mál þessa þings án þess að búið sé að ganga frá því sem gert var hér á síðasta löggjafarþingi. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég vil byrja að taka undir orð hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar. Það er auðvitað óforsvaranlegt að þegar þessi umræða hefjast að gögnin
frá síðasta þingi liggi ekki fyrir þingmönnum til glöggvunar á í hvaða rök voru notuð. Mig langar líka, frú forseti, að nefna það bara örstutt hér að ég var einn af þessum 63 hér sem sat undir góðri ræðu frú forseta við setningu þingsins. Það sem óskað var eftir að hér tækju þingstörf, hvað á maður að segja, betri pól í hæðina. Hér yrði menn meira tilbúnir að leggja sig fram að hleypa áfram góðum málum og beðið í raun og veru það sem stundum kallað gott veður. Og ég tel að það hafi gengið eftir. Ég tel að við höfum verið að hlusta á frú forseta. Og þingstörfin hafi fram til þessa, þó skammt sé á þingi liðið, bara gengið prýðilega. Málefnalegar umræður, góðar umræður með þátttöku stjórnarandstöðu og stjórnarliða. En svo kemur bókun 35. Frú forseta vel kunnugt hvar það mál statt í hugum bæði þings og þjóðar. Ég hygg að veðrið sé að breytast, frú forseti. Forseti vill að það komi fram á tilefni af þessari umræðu fundarstjórn forseta að ég sé hér í mínu símtæki að það barst erindi klukkan 10:53, klukkan 7:11 frá hv. þingflokksformanni Miðflokksins þar sem bent á þetta. Mér skilst að fyrir liggi ræður síðasta þings í hljóði og mynd en enn séu einhverjir textar óuppritaðir. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, mér langar nú bara til þess að hrósa starfsmönnum þingsins. Ég hugsaði nú oft til þeirra þegar allar þessar ræður bárust til starfsmanna til að skrifa upp hvað málþófsræðurnar allar, það voru margar, 3000 og eitthvað, hversu rosalegt álag það hlýtur að vera sem að þetta fólk undir. Og ég skil bara mjög vel þó að það sé ekki búið að prenta þær allar upp og ég held að við ættum nú öll prófa að setja okkur í spor starfsmanna. Það átti sennilega engin von á hversu öfgafullt og brjálæðislega mikið þetta var, þetta málþóf. Og ég vil bara segja, nú bókun 35 á dagskrá og auðvitað verður að afgreiða þá bókun einn góðan veðurdag, að ég nú bara svona svolítið uggandi hvort að við séum mögulega að stefna inn í eitthvað svona álíka geðveiki eins og í vor og inn í sumar, annað málþóf. Ég svona aðeins verið að leggja drög að því en ég vona að það sé bara kannski einhver misskilningur. Hver var hinn með? Já, forseti vill að hér komi fram að ég var að fá þær upplýsingar að það eru ræðurnar úr talgreininum eru að birtast og verða vonandi allar birtar í dag. Þær eru þá auðvitað óyfirlesnar en það vaninn hér að lesa yfir próförk úr talgreini af því að talgreinirinn tekur ekki alltaf rétt eftir. Þannig að hér með upplýsist að þetta fæst þá líka á prenti í dag en eins og áður hefur verið sagt til í hljóð og mynd. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég hafði reyndar ekki áttað mig á því að þessi textar væru ekki tilbúnir. Ég var ekki kominn lengra en að fara yfir mína fyrstu ræðu en þær voru svolítið fleiri og auðvitað það alveg ófært, frú forseti, að við séum að ræða hér þetta mikilvæga mál, bókun 35, sem varðar fullveldi íslensku þjóðarinnar að okkar mati og margra annarra fræðimanna og að þegar við förum fram á það að ræður frá þessu máli hér frá því í vor séu tilbúnar í texta, þetta ekki hlægilegt þó einhverjir þingmenn hér brosi þegar við förum fram á þetta. Þetta þetta ekki hlægilegt og kalla þetta eitthvað öfgafullt eins og hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir fór með hér áðan og brjálæðislegt og álíka geðveiki, þessi orð sem hún viðhafði þegar við erum
heiðarlega að tala hér fullveldi þjóðarinnar og reyna að verja fullveldi þjóðarinnar, það sem við trúum á, kalla það geðveiki, brjálæðislegt, öfgafullt, ekki sæmandi þinginu. Forseti getur upplýst að allar ræður úr talgreini hafa verið birtar. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir. Forseti, ég vil byrja að þakka fyrir að ræðurnar séu komnar og það er mjög gott því að á meðan á umræðu stendur er gott að geta glöggt sig á þeim og þá er ekki gott að þurfa að hlusta þegar maður situr inn í þingsal. Það er ekki hægt að, það er aðeins erfiðara að leita í ræðum svona svo fólk átti sig á mikilvæginu. Hins vegar, þá vil ég taka undir með hv. þingmanni Þorgrími Sigmundssyni þegar hann talar að hér er ítrekað búið að vera að tala fyrir góðu veðri og að tala fyrir að mál fari hratt í gegn. Það er aftur þetta með orð og efndir. Þeir bara fara ekki saman hjá þessari ríkisstjórn og eins og þið getið ímyndað ykkur þá hefur Miðflokkurinn ekkert á móti því að tala um bókun 35. En á meðan fara ekki önnur mál í gegn, á meðan bókun er í gangi sem þarf að ræða mikið, þá augljóslega er ekki önnur mál í gangi á sama tíma. Þannig að gott og vel, við tökum þessa fyrstu umræðu. Ég veit ekki hvernig það ætlar að koma aðra umræðu en þar er þunginn í umræðunni. Þannig að ef við komum í fréttir sem í dag, kæru meirihluta þingmenn, og að kvartir koma ekki málum að, þá er þetta ykkar eigin ákvörðun. Forseti vill að tilefni þessarar umræðu geta þess að í upphafi þessarar þingviku var fundað með þingflokksformönnum eins og alltaf er gert. Þar kynnti forseti yfirlit yfir þinghaldið og fram kom að mál utanríkisráðherra yrði á dagskrá í dag og fram kom að það yrði eina málið á dagskrá fyrir utan óundirbúnar fyrirspurnir. Það hefur komið fram mjög skýr vilji þingflokksformanna og það er einnig vilji forseta að þau mál sem fara á dagskrá þingfundar að hægt sé að helst ljúka umræðu þau á fundinum. Það er auðvitað í höndum hv. þingmanna hvernig það fer og þá er gott að vita það fyrirfram hversu mikinn tíma þarf til þess að ræða tiltekin mál. Nú tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, nú er það auðvitað þannig að eins og hæstv. forseti var að fara hér yfir að þetta er búið að liggja fyrir alla vikuna að bókun 35 yrði á dagskrá í dag. Það var líka ákveðið af hálfu ríkisstjórnarflokkanna að koma snemma með það mál inn, einmitt vegna þess að vitað var að það tæki tíma í vinnslu þingsins. Andstaða Miðflokksins er þekkt í málinu. Það liggur hins vegar fyrir að það er yfirgnæfandi meirihluta stuðningur fyrir málinu en það hins vegar núllar auðvitað ekki út þörf þingsins fyrir að ræða máli og þess vegna kemur auðvitað tiltölulega snemma inn á þingveturinn. Varðandi þetta að hér sé verið að fara fram á að þingmál sem voru kannski rædd talsvert mikið á síðasta þingvetri líka fari hraðar í gegn, þá var það nú einmitt oft notuð sem röksemd þegar var verið að ræða þinglok í vor og sumar að við myndum geta byggt á þeirri vinnu sem þegar hafði farið fram í þeim þingmálum. Þannig að það er auðvitað ekkert óeðlilegt við það að leggja svolítið áherslu á að þau mál hafi góðan gang hér í þinginu. Annars árætti ég bara það sem ég hef áður sagt. Það er okkur ekki til sóma ef við náum ekki einu svona klára mál sem við erum öll sammála um. Var hv. 4. þingmaður, já, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur aftur til máls fundarstjórn forseta. Frú forseti, það er hárrétt að þetta var rætt á fundi þingflokksformanna á mánudag enda gerði ég enga athugasemd við að málið væri á dagskrá hér í dag. Ég geri athugasemd við það sem mér var ekki ljóst fyrr en í dag að frágangur málsins frá síðasta kjörtímabili honum væri ekki lokið. Það er ánægjulegt að þó að aðeins sé frá talgreini ræður séu komnar inn á vef þingsins og það kannski undirstrikar þau hröðu viðbrögð að það blasir við öllu mikilvægi þess að texti sé aðgengilegur en ekki vídeó og hljóðupptaka. Það þekkjum við öll sem höfum starfað hér. En ég verð hér, virðulegur forseti, að gera athugasemdir við orð
fulltrúa Flokks fólksins í forsætisnefnd af öllum nefndum þingsins hér áðan, þar sem hún lýsir, og þetta er sálfræðimenntaður þingmaður, ég veit ekki hvort eru fleiri hér inni, en í öllu falli þá er þessi tiltekni þingmaður, hv. þingmaður Áslaug Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðimenntuð, lýsir hér umræðum í þinginu sem geðveiki. Ég bara vil beina því til virðulegs forseta að þetta verði rætt á forsætisnefndarfundi. Þetta er ótækt. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Frú forseti. Í þessum ræðustóli hefur stjórnarliðum orðið tíðrætt það, bæði á síðasta þingi og það hefur þó nokkrum sinnum verið nefnt núna á þessu þingi og ég er sammála þeim. Ég tek það fram, ég er sammála þeim. Það er fjöldi góðra mála sem bíða afgreiðslu, sem ég tel að sé talsvert mikil sátt og eiga það sameiginlegt að mati okkar flestar kannski hér inni að þoli litla sem enga bið. Bókun 35 hins vegar er öðru til að dreifa. Hún þolir alveg bið. Hún hefur beðið yfir 30 ár á okkur algjörlega skaðlausu þó hún bíði í vikur, mánuði, jafnvel bara fram til kosningar áframhaldandi aðlögunarviðræður ESB. Það skiptir bara engu máli. Tjónið yrði ekkert. Eitt fýlubréf fengjum við kannski að utan sem færi við utan fyrir brjóstið á núverandi hæstv. Utanríkisráðherra, en það truflar þjóðlífið lítið þó að hún missi svefn eina kvöldstund. Forseti biður hljóð í þingsal. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður tekur aftur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, já, það kann að vera að ég hafi tekið hérna ansi sterkt til orða og ef það hefði farið fyrir brjóstið á einhverjum þá biðst ég bara velvirðingar á því. En það bara situr í mér kvíði fyrir þessari umræðu sem að koma núna í bókun 35. Og það var ekkert umræðan sem var, með leyfi forseta, geðveikisleg. Það var þetta málþóf sem var bara orðið verulega lýjandi og erfitt fyrir marga og líka almenning. Og það er bara, svo ég sé hreinskilinn, að þá er núna þessi bókun 35 umræða hefjast og það situr í manni svona uggur að það verði eitthvað sambærilegt. Og það bara er kannski mannlegt, ég veit það ekki. En ég skal alveg viðurkenna að ég tók sterkt til orða áðan og ég biðst velvirðingar á því að hafa gert það. Það er ekki meining mín að ganga neitt langt í þeim efnum. En svona er það nú stundum með þess að sálfræðingar geta verið bara í uppnámi yfir hlutunum og kannski mist út í sér svona einstaka sterkt orð. Og þá er beðist bara afsökun á því. Og það hér með. Mér sýndist hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður biðja orðið fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég er auðvitað ennþá nýr hér, tek eftir þessu ákalli að fá útprentaðar gamlar ræður og ekkert mjög gamla, bara síðan í vor bókun 35 og get alveg skilið það. En vona þó að í því felist ekki sú hugsun að fara að endurflytja allar ræðurnar sem voru fluttar í vor vegna þess að þær eru auðvitað okkur ennþá greyptar í fersku minni og beini því góðlátlega til þingmanna að vísa bara í eldri ræður sem eru þegar skráðar tryggilega á spjöld sögunnar. Hins vegar finnst mér þessi umræða alveg gefa tilefni til að gefa þessari umræðu pláss og það sé ekkert að vanbúnaði að lengja þingfundinn í dag til þess að rúma hana. Megi hins vegar skilja orð 12. þingmanns Suðvesturkjördæmis Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur þannig að það að hafa bókun 35 á dagskrá kalli á að fresta öllum öðrum málum vegna þess að það er að ræða þetta það lengi, að þá held ég að þingheimur hljóti að vera dálítið hugsi við því vegna þess að skipulag þingstarfa byggir á því að afmarka hverju máli pláss og það á ekki að þurfa að vera dramatískt en er eins og að verkefni þingsins að tryggja að við verðum ekki í einhverju ástandi eins og í vor þar sem
dagskrár riðlist vegna þess að einstaka mál þurfi umræðu. Þá tekur við aftur til máls fundarstjórn forseta, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, svo ég svari nú hv. þingmanni Degi B. Eggertssyni, þetta er nú ekkert flóknara en svo að það eru bara ekki 2 mál í gangi á sama tíma. Það er það sem ég sagði. Það eru ekki 2 mál í gangi á sama tíma. Hins vegar er þetta mál sem liggur fyrir að það er ekki samstöðu. Það er fullt af málum sem er samstöðu. Það er kannski eðlilegra og líklegra að þau fari hraðar í gegn og minni umræðu en þau. Þannig að ef það verður einhver misskilningur þá liggur það fyrir. Og tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti. Ég vek athygli hæstv. Forseta á ummælum hv. þingmanns Flokks fólksins, Kolbrúnar Baldursdóttur, hér áðan, og ég er ekki bara að tala yfirlýsingar geðveiki sem að einhverju leyti voru dregnar til baka í seinni ræðu, heldur lýsti hv. þingmaður í seinni ræðu sinni einhvers konar sálarangist, kvíða yfir því að þessi umræða skyldi þurfa að eiga sér stað. Og ég velti því fyrir mér og bið hæstv. forseta að meta það. Telur hæstv. forseti að hv. þingmaður sé í stakk búinn til að stýra fundum þingsins á meðan umræða þetta mál fer fram, í ljósi þeirra játninga sem hér komu fram að þetta ylli hreinlega kvíða og mikilli angist að þessi umræða skuli yfir höfuð eiga sér stað? Í ljósi þess að hv. þingmaður er í forsætisnefnd þá bið ég hæstv. forseta að skoða þetta. Forseti hefur móttekið þau skilaboð þegar í þessari umræðu. Þá tekur aftur til máls fundarstjórn forseta, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Já, frú forseti, það er auðvitað gott að heyra það að ræðurnar séu tilbúnar úr talgreinni og ég vil fullvissa hv. þingmann Dag B. Eggertsson að við, eða sá sem hér stendur, er ekki að fara að endurflytja sínar ræður en að sjálfsögðu vinna menn punkta úr fyrri ræðum og ræðum annarra þingmanna og svo framvegis eins og hv. þingmaður hlýtur að þekkja. Þannig að hann þarf ekki að óttast það. Ég ætlaði kannski að koma að Flokki fólksins sem fyrir síðustu kosningar, sem er nú minna en ár, það er minna en ár síðan, lýsti algjöru andstöðu við bókun 35, að minnsta kosti einhverjir þingmanna flokksins, og það að hv. þingmaður Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hafi lýst hér yfir og dregið sín orð til baka einhverju leyti, að það væri lýjandi og erfitt fyrir marga að hlusta á þessa umræðu bókun 35, að þá er það nú bara þannig í pólitíkinni, hv. þingmaður, að menn verða stundum að þola það að fólk á annarri skoðun heldur en hv. þingmaður komi hér upp í pontu og hafi jafnvel mörg orð ýmis mál sem hún er kannski ekki sammála. Menn verða bara að þola það. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, Evrópska efnahagssvæðið, bókun 35, stjórnarfrumvarp, 3. mál, þingskjal 3, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum Evrópska efnahagssvæðið sem varðar innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn. Bókunin kveður á skyldu EFTA-ríkjanna innan EES að tryggja stöðu rétt innleiddra EES-reglna að landsrétti. Hér endurflutt mál frá 157. löggjafarþingi að ræða, síðasta þingi eins og við þekkjum vel. Málið fór til 2. umræðu á síðasta löggjafarþingi en það náðist ekki að afgreiða fyrir þinglok. Þá lá fyrir nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar þar sem lagt var til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt. Virðulegi forseti, með frumvarpinu þá er leitast við að tryggja fullnægjandi innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn í íslenskan rétt, en eins og fram kemur í áðurnefndu nefndaráliti utanríkismálanefndar þingsins er mikilvægt að tryggja að einstaklingar og lögaðilar njóti þeirra réttinda og þeirra tækifæra sem þessi mikilvægasti viðskiptasamningur Íslands veitir.
Tilgangurinn er fyrst og síðast að standa vörð um EES-samninginn með því að ekki leiki nokkur vafi á því að þjóðréttarskuldbindingar Íslands séu uppfylltar. Mikilvægt að þessi afstaða sé skýr, að við erum hér að standa vörð um EES-samninginn. Ég lít á hann að minnsta kosti sem einn mikilvægasta viðskiptasamning sem við höfum gert. Með frumvarpinu er lagt til nýtt ákvæði við lög um Evrópska efnahagssvæðið. Ákvæðið felur í sér afmarkaða og sértæka forgangsreglu. Í stuttu máli þá gengur breytingin út á að lagaákvæði sem Alþingi setur til þess að tryggja að íslensk fyrirtæki og einstaklingar njóti réttinda og uppfylli skyldur samkvæmt EES-samningnum, þá ganga þau ákvæði framar öðrum ósamrýmanlegum lagaákvæðum sem Alþingi hefur sett. Mikilvægt að hafa það í huga og ekki láta rugla neitt með það. Alþingi geti þó vikið frá þessu sé það skýr vilji þingsins, sé það skýr vilji Alþingis Íslendinga. Sama á við um skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum. Það er rétt að árétta að gildissvið ákvæðisins sem hér er lagt til er að ýmsu leyti takmarkað. Þannig tekur það einungis til tilvika þegar 2 íslensk ákvæði í almennum lögum eða eftir atvikum stjórnvaldsfyrirmælum ef að þau eru ósamrýmanleg. Hér er ekki átt við óinnleiddar EES-reglur eða reglur sem ekki hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Þá á ákvæði einungis við um lagaákvæði eða stjórnvaldsfyrirmæli sem réttilega innleiða skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum. Reglan raskar ekki réttarheimildina svo það sé alveg skýrt, bara engan veginn. Reglan kveður heldur ekki á að stjórnvaldsfyrirmæli sem réttilega innleiða skuldbindingu samkvæmt samningnum EES gangi fram að lagaákvæðum. Þá takmarkast gildissviðið við ákvæði sem eru að mati íslenskra dómstóla nægilega skýrt og óskilyrt. Í því felst meðal annars að það nær einungis til ákvæða sem eru þannig úr garði gerð að þau stofni til réttinda sem einstaklingar eða lögaðilar geta reist dómkröfur á innanlands. Þannig er verið að gæta réttar fyrirtækja og réttar einstaklinga, ekki síst Íslendinga þar á meðal sem hafa farið með mál sín fyrir dóm. Þar á meðal Íslendinga sem hafa misst réttindi af því að þetta hefur ekki verið löglegt, innleitt réttilega inn í íslenskan rétt. Þannig að það sé vert að hafa það í huga. Með vísan í almenn lagaákvæði er átt við almenn lög sett frá Alþingi en ekki stjórnarskrá sem ávallt gengur framar almennum lögum. Í frumvarpinu er farin sambærileg leið við innleiðingu bókunar 35 og gert var í upphafi á hinum Norðurlöndunum, einkum Noregi, þar sem EES-samningurinn var lögfestur. Meiri hluti þeirra umsagna sem hafa borist utanríkismálanefnd við meðferð málsins á 153. og 6. löggjafarþingi hafa verið á þá leið að í frumvarpinu felist mikilvæg réttarbót. Þá hefur fjöldi einstaklinga sem þekkja til stjórnskipunar komið fram og stutt nauðsyn þess að koma á þeirri réttarbót sem felst í frumvarpinu. Þá liggur fyrir álitsgerð Þorgils Örlygssonar, fyrrverandi forseta Hæstaréttar og fyrrverandi dómara við EFTA-dómstólinn að frumvarp þetta, verði það að lögum, takmarki engu svigrúm löggjafans til lagasetningar. Þessi breyting er því í samræmi við grundvallarreglu íslenskrar stjórnskipunar að fyrri löggjafarþing geti ekki skuldbundið hendur þeirra sem á eftir koma. Alþingi hefur fullt og óskorað vald síðar meir til að fella umrætt ákvæði úr gildi verði frumvarpið að lögum. Það hefur Alþingi allan möguleika og allan rétt til þess að gera það sem það kýs. Jafnframt getur Alþingi sett lög sem ganga gegn réttilega innleiddum EES-reglum sé það skýr vilji þingsins, enda þótt það kunni að hafa afleiðingar vegna þeirra þjóðréttarlegu skuldbindinga sem við höfum undirgengist með EES-samningnum. Virðulegi forseti, eins og fram hefur komið í meðförum málsins á fyrra þingi þá urðu viss vatnaskil í málinu við dóm Hæstaréttar frá 28. febrúar 2024 í máli nr. 24 frá 2023 í svokölluðum fæðingarorlofsdómi. Málið varðaði rétt konu, Íslendings, ungs læknis, til greiðslna úr fæðingarorlofssjóði. Það er rétt að nefna nokkur lykilatriði úr þeim dómi. Dómstólar ætla sér ekki að breyta framkvæmd sinni varðandi túlkun skýringarreglu 3. greinar EES-laganna sem ætlað var að innleiða ákvæði bókunar 35, þannig að í því ákvæði felist eiginleg forgangsregla.
Hæstiréttur slær síðan föstu að bókun 35 sé ekki réttilega innleidd hér á landi eða eins og segir í dómnum: þannig hefur ekki verið lagt til grundvallar að það ákvæði, þ.e. skýringarregla 3. gr. laga nr. 2/93, feli í sér almenna forgangsreglu í samræmi við bókun 35 við samninginn. Hæstiréttur tiltekur dæmi sams konar forgangsreglur í lögum og lögð er til í frumvarpinu og gerir ekki athugasemdir við þær forgangsreglur. Niðurstaðan leiðir til þess að ung íslensk kona verður af greiðslu í fæðingarorlofi. Hún missir af réttindum sem hún hefði átt rétt á ef bókun 35 hefði verið innleidd í íslenskan rétt með fullnægjandi hætti. Íslenskir dómstólar hafa þar með staðfest það sem fjöldi fræðimanna hefur haldið fram í áraraðir: innleiðing Íslands á ákvæði bókunar 35 er ekki fullnægjandi. Við hljótum að hlusta á Hæstarétt hér. Úr þessari stöðu þarf að leysa til að tryggja að EES-samningurinn virki sem skyldi og þar með að tryggja að fólk og fyrirtæki geti notið réttar síns samkvæmt samningnum. Vissulega geta einstaklingar eða fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tjóni vegna ófullnægingar innleiðingar á bókuninni, bókun 35, bara farið í bótamál við ríkið til að fá dæmdar bætur. En finnst okkur það virkilega vera í lagi að fólk þurfi að leggja í kostnaðarsöm og tímafrek málaferli gegn ríkinu til að sækja sér bætur? Allt vegna þess að við höfum ekki getað tryggt við hér að einstaklingar eða fyrirtæki njóti þeirra réttinda sem innleiddar EES-reglur fela í sér. Og hver er þá staða borgaranna gagnvart ríkisvaldinu í þeirri stöðu? Mér finnst þetta vera ójafnleikur, virðulegi forseti, og þennan leik vil ég einmitt jafna og tryggja einstaklingum og fyrirtækjum, einstaklingum, Íslendingum, þær réttarbætur sem þau eiga samkvæmt EES-samningnum. En þetta er því miður staðan í umræddu fæðingarorlofsmáli. Þar þurfti unga kona sem varð af greiðslu í fæðingarorlofi að höfða mál fyrir dómstólum til að sækja sér bætur vegna þess tjóns sem ófullnægjandi innleiðing bókunar 35 hefur valdið henni. Mál hennar er enn í dómskerfinu og bíður fyrirtöku í Hæstarétti. Eins og fram kemur í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar málið frá síðasta löggjafarþingi þá hlýtur það að teljast með öllu ótækt að eina úrræði aðila sem hefur orðið á réttindum sé að höfða bótamál gegn íslenska ríkinu. Og mér finnst það sérstök skilaboð til einstaklinga og fyrirtækja og vil breyta þeim. Virðulegi forseti, hér er ekki neitt fullveldisframsal að ræða eins og haldið hefur verið fram í fyrri umræðu hér í þessum sal. Þetta er öðru fremur sjálfsagt réttlætismál. Virðulegi forseti, ég hef stiklað á stóru forsendur og efni frumvarpsins og vísa líkt og áður til þeirrar efnismiklu greinargerðar sem fylgir því. Ég vísa einnig í skýrt nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar við meðferð málsins á síðasta þingi og gögn sem komu fram í meðförum nefndarinnar. Það liggur fyrir í þessu máli að löggjafinn einn getur hér réttað lögin. Ég legg ríka áherslu á að þetta mál verði afgreitt á haustþinginu. Þetta er eitt af þeim málum sem ég veit að það er góður meirihluti fyrir hér á þingi og það er mikilvægt að þingviljinn nái fram að ganga fyrir fólkið í landinu, fyrir fólk eins og unga læknin, fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem fara mis við réttindi í þeirri stöðu sem nú er og til að tryggja að okkar langmikilvægasti viðskiptasamningur, EES-samningurinn, virki eins og honum er ætlað að virka. Og höfum í huga að EES-samningurinn er gerður til þess að tryggja fjórfrelsi á innri markaðnum fyrir einstaklinga og fyrir lögaðila, þar með talið Íslendinga og íslensk fyrirtæki. Það að Íslendingar, einstaklingar og lögaðilar geta ekki treyst því að þeir njóti réttar samkvæmt ákvæðum sem innleiða skuldbindingarnar samkvæmt EES-samningum, það dregur að mínu mati úr réttaröryggi borgaranna. Þannig að þess vegna er meðal annars verið að leggja fram þetta mál. Virðulegi forseti, að umræðu þessari lokinni þá óska ég eftir því að málinu verði vísað aftur til háttvirtrar utanríkismálanefndar og hljóti þar eðlilega þinglega meðferð. Svo háttar til að 4 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutíminn 1 mínúta í öllum umferðum. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti. Hæstv. ráðherra talaði af mikilli innlifun mikilvægi þess að innleiða bókun 35 með þeim hætti sem lagt til í þessu frumvarpi. Nú hæstv. utanríkisráðherra hefur dvalið hér í þessum sal lengur en allir aðrir sem hafa verið kjörnir hér á þing á síðasta kjörtímabili í mörg ár. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra á hvaða tímapunkti hæstv. ráðherra, sem hefur mikinn áhuga á Evrópumálum, lögfræðingur sjálf, á hvaða tímapunkti hún tók þessu mikla ástfóstri við þetta tiltekna mál. Vegna þess að ég man ekki eftir því að hæstv. utanríkisráðherra hafi í allri umræðu EES-málin, Evrópusambandið, nefnt þetta sem mikið mikilvægi. Getur ekki verið, virðulegur forseti, að hæstv. ráðherra sé að bregðast núna við vegna pólitísks stráksskapar sem berst frá Brussel, frá eftirlitsstofnun EFTA, með bréfaskriftum hingað sem sendir eru hingað til Íslands í pólitísku ati inn í stjórnmálin á Alþingi. Það ekki ástæðan fyrir því að þetta frumvarp fram komið eingöngu? Það vegna bréfaskrifta frá EFTA en ekki vegna þess að framkvæmd hér á landi á EES-samningnum hafi verið í ólestri í yfir 30 ár. Hæstv. utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti. Veruleikinn sá að það fallinn dómur meðal annars í máli ungs læknis sem varðar réttindi sem læknirinn varð af því að bókunin var ekki réttilega innleidd. Og það segir alveg skýrt í Hæstaréttardómnum að bókunin hefur ekki verið réttilega innleidd. Pólitískt heimsmálin eins og þau eru núna, þá skiptir máli, og það bara pólitísk afstaða Miðflokksins að tala af einhverju loðinmullu mikilvægi EES-samningsins. Ég bið það bara Miðflokkinn að segja það alveg skýrt. Eruð þið með EES-samningnum eða viljið þið fara einhverja aðra leið? Það er bara pólitísk afstaða og ég bara virði hana. En guðanna bænum talið þið þá hreint út. Það er alveg skýrt af minni hálfu, ekki síst eftir þróun mála, líka því ég var í stjórnarandstöðu, þá studdi ég einmitt þáverandi utanríkisráðherra af einurð að koma inn þessari bókun til þess að treysta öryggi einstaklinga, öryggi fyrirtækja og lögaðila í landinu. En núna þá skiptir öllu máli að mínu mati að við stöndum vörð um EES-samninginn, að sendum út þau skilaboð, við erum ábyrgur aðili í samningaviðræðum, við stöndum við það sem við höfum skrifað undir og við ætlum að gera það sem þarf til þess að tryggja öryggi borgaranna. Við ætlum með þessu meðal annars að standa vörð um réttindi borgaranna en ekki síður það að standa vörð um EES-samninginn sjálfan. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti. Hæstv. utanríkisráðherra veit betur. Ég kom að samningu þessa frumvarps. Ég veit að tilefni að samningu þessa frumvarps var hið pólitíska at frá Brussel, frá eftirlitsstofnun EFTA. Það er bara staðreyndir í þessu máli. Framkvæmd EES-samningsins hefur verið mjög góð í yfir 30 ár og varla borið þar skugga á þótt að vissulega hafi komið upp spurningar einhver agn og innleiðingu. Meðal annars í þessu máli sem hæstv. utanríkisráðherra nefnir, sem varða fæðingarorlofsgreiðslur. Það sem er að ræða að ákveðin tilskipun var innleidd með röngum hætti, þar að segja hún var innleidd í reglugerð í stað þess að setja í lögunum, það láðist þinginu að breyta lögunum. Af hverju var það ekki gert þá? Af hverju einhentu menn sér ekki strax í það? Hvenær var það gert? 30. júní síðastliðinn. 30. júní síðastliðinn var lögunum breytt þess að mæta þessari þessum innleiðingahalla. Og hvað? Er málið þá ekki komið í höfn? Er það ekki einmitt þannig sem menn eiga að bregðast við göllum og innleiðingum? Það að laga löggjöfina, laga reglugerðir, hafa samræmi í hlutunum. Það þarf ekki að kollvarpa réttarheimildum og réttarskipanum öllu íslensku réttarfari vegna þessa máls. Ég fullyrði það og ég spyr hæstv. utanríkisráðherra sem löglærð hvort hún hafi raunverulega ekki lagst yfir dóm Hæstaréttar í fæðingarorlofsmálinu og lesið á milli línanna sem þar segir. Forseti minnir á að ræðutíminn er 1 mínúta þegar 4 hv. þingmenn veita andsvar. Hæstv. utanríkisráðherra svarar andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti. Jú, ég hef lesið dóminn nokkrum sinnum og hann hefur ekki síst hvatt mig til dáða í því að tryggja borgurum hér á Íslandi réttindi samkvæmt EES-samningnum. Ekki síst hefur sá dómur orðið til þess að hvetja mig áfram einmitt í þessu máli að tryggja réttindi borgaranna og lögaðila hér í landinu.
Er það þannig að Alþingi, þegar við setjum lög, að við sjáum öll skilyrði fyrir? Nei, það er ekkert alltaf þannig. Við skulum bara viðurkenna það. Þegar verður tjón, og það er tjón meðal annars hjá einum einstaklingi og jafnvel fleirum miðað við þau mál sem eru núna hjá Hæstarétti, að þá hljótum við að annars vegar að passa upp á þessa einstaklinga en líka að halda utan um EES-samninginn og gefa þau skilaboð. Mér finnast allar ræður hv. þingmanns snúast að hann vilji ekki vera í EES-samstarfinu. Þess vegna segi ég bara, já, þá bara kemur hv. þingmaður hér upp og undirstrikar það. Mér finnst það náttúrulega gott ef að Miðflokkurinn ætlar einmitt að fara að verða einarður bandamaður ríkisstjórnarinnar í því að verja EES-samninginn. Komið þið fagnandi hvað þetta varðar, af því þetta er einn mikilvægasti viðskiptasamningur þjóðarinnar. Það er hluti af þeim veruleika sem við stöndum frammi fyrir því að við þurfum að taka þessar skuldbindingar okkar Íslendinga alvarlega í þeim heimi sem við búum við í dag. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Ráðherra kom hér inn á sjónarmið varðandi það hvort að mögulegt væri að sjá allt fyrir varðandi regluverk og áhrif þess. Í því ljósi langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra, í ljósi þess hversu mikið það kom mér á óvart hér við síðustu framlagningu þessa máls og á fyrri stigum, hversu lítil greiningarvinna hafði verið unnin á áhrifum þessarar teppalagningar EES-réttarins yfir gildandi rétt á Íslandi út frá hinum ýmsu lagabálkum. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: hefur farið fram einhver greiningarvinna frá því umræðu lauk hér í júní síðastliðnum þetta sama mál þar til núna, þar sem reynt að glöggva sig á áhrifum þessarar innleiðingar eins og hún hér lögð til á gildandi rétt á Íslandi? Og ef svo fáum við þingmenn þær greiningar til að glöggva okkur á til að dýpka umræðu bæði í nefnd og við aðra umræðu? Hæstv. utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil undirstrika að það er ekki alltaf þannig að við sjáum einmitt fyrir ekki bara hvernig umgjörðin þróast heldur bara hvaða lagaákvæði skarast, og það er auðvitað ákveðinn öryggisventill í frumvarpinu, þannig að því sé haldið til haga. Ég tel, í ljósi þess líka hvað er búið að vera umfangsmikil umfjöllun af hálfu nefndarinnar, bara nokkrar vikur síðan að þingið var með þetta í sínum höndum líka, að þar hafa átt sér stað gríðarlega mikilvæg vinna þar sem voru gestir kallaðir fyrir, vinna sem einmitt við eigum að nýta okkur og láta einmitt löggjafann svolítið stjórna því með þetta mál. Við erum búin að fara í miklar greiningar á þessu í gegnum tíðina. Þar liggja allar fyrir. Veruleikinn er sá að við þurfum fyrst og síðast að tryggja réttindi borgaranna, tryggja réttindi lögaðila og ekki síst standa með EES-samstarfinu. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar seinna sinni. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið, en það kemur mér leiðinlega óvart að úr því má ekki lesa annað en að engar viðbótargreiningar hafi verið gerðar á áhrifum einstaka lagabálka. Sérstaklega í ljósi þess hversu mikið það var gagnrýnt hér í vor og sumar þegar umræðan átti sér stað. En mig langar hér í seinna andsvari mínu að spyrja út í bara afmarkað dæmi. Nú er búið að kæra hér fyrirtæki í bæ sem kallar sig Smáríkið og sinnir netverslun með áfengi. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra að innleiddu EES-regluverkinu með þeim hætti, innleiddri bókun 35 eins og hún liggur fyrir, með tilliti til geoblocking-tilskipunarinnar og fleiri þátta, hvaða áhrif það hafi á netverslun verði þetta afgreitt með þeim hætti sem nú liggur fyrir, í ljósi þess að íslensk löggjöf sem samin var áður en netverslun var almennt við lýði, hún stangast nokkuð á við þær reglur sem EES-samningurinn leiðir út. Munu deilumál m.a. netverslun með áfengi heyra sögunni til að bókun 35 innleiddri? Þetta er bara svona dæmi afleidd áhrif af þessari innleiðingu, verði hún lögð fram kláruð eins og hér liggur fyrir, sem að mér hefði þótt sjálfsagt
að utanríkisráðherra legði fram greiningar á og það eru nokkur hundruð svona mál sem eru undir og þarf að ræða ítarlega. Hæstv. utanríkisráðherra svarar andsvari í seinna sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar spurningar sem að sjálfsögðu ég tel mikilvægt, af því þetta eru mikilvægar spurningar varðandi ekki síst sem að tengist netverslun og fleira, að nefndin fari vel yfir þetta. En talandi smáríkið eða aðra netverslun vegna áfengis, þetta hefur verið mögulegt út af EES-samningnum síðan bara eftir að skera nákvæmlega úr þessu. Og þetta er verðugt verkefni einmitt fyrir nefndina að hafa þetta alveg skýrt hvað þetta varðar, en möguleikinn er til staðar einmitt út af EES-samningnum. Ef EES-samningurinn hefði ekki verið til staðar þá vitum við hver harðkjarna áfengispólitík liðinna ára og áratuga, hvernig hún hefur verið. Ég viðurkenni það alveg að ég hef ekki deilt þeim. Ég deili frekar frjálslyndi í þessu og það að borgarar fá að byggja réttindi, meðal annars á EES-samningnum, og hvað áfengis í verslun varðar á netinu, þá held ég að við eigum að vera með frekar rúma túlkun á því ákvæði, en það er náttúrulega pólitískur ágreiningur. Það er mín skoðun. Það er mín skoðun að það þarf að tryggja ákveðna leiðir og frjálslyndi, en á endanum þá sýnist mér það að vera dómstóla að kveða á úr þetta. Forseti biður hljóð í salnum og forseti minnir enn og aftur á 1 mínútu ræðutíma. Þá tekur til máls og veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Umræða bókun 35 snertir réttarríki, fullveldi og alþjóðlegt samstarf. Sjálfstæðisflokkurinn er andvígur aðild að Evrópusambandinu en hefur varið EES sem hagsmunamál fyrir atvinnulíf og borgara. Í því ljósi eigum við að nálgast málið af yfirvegun og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og skoðunum. Sumir vilja leggja til að fara svokallaða dómstólaleið. Það felur í sér að láta reyna málið fyrir EFTA-dómstólnum samkvæmt úrræðum samningsins áður en við festum breytingar í lög. Slík leið er ekki afstaða gegn EES, heldur ferli sem samningurinn sjálfur kveður á og gæti skorið úr túlkun og dregið úr réttaróvissu. Á meðan aðrir telja rétt að skýra forgangsregluna nú þegar í landslög til að tryggja fyrirsjáanleika í stjórnsýslu og dómstólum. Hið pólitíska mat snýst því ekki hvort verja eigi EES, heldur bestu aðferðina til að tryggja að réttindi virki í reynd án þess að raski stjórnarskrárlegri stöðu Alþingis. Telur hæstv. ráðherra þá skynsamlegra að fara dómstólaleiðina eða setja þegar skýra forgangsreglu og á hvaða rökum byggir ráðherra það? Hæstv. utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka formanni Sjálfstæðisflokksins bæði fyrir þessa spurningu en líka bæði fyrir ljómandi ræðu fyrir nokkrum vikum síðan nákvæmlega þetta mál og fleiri þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem greinilega ætla sér að standa með EES-samningnum, og ég held að það sé mjög mikilvæg skilaboð núna á þessum tímum. Varðandi það að bíða eftir, eins og ég skildi hv. þingmann, að bíða úrlausnar EFTA-dómstólsins, þá tel ég mjög mikilvægt að með þessi leið þá höfum við forræði á málinu. Og það er líklegra heldur en hitt ef þetta fer til EFTA-dómstólsins að hann muni fara og þá muni framkvæmdastjórnin og fleiri gera ýtrustu kröfur til túlkunar á bókun 35. Við erum ekki að fara ýtrustu leiðina, við erum að fara eins milda leið til þess að tryggja virkni samningsins. Með þessu erum við, Alþingi Íslendinga, að hafa forræði á málinu sjálfu, og ég hefði haldið að það væri líka meiri bragur í því að hlíta tilmælum Hæstaréttar Íslands heldur en sem er alveg með skýra leiðsögn það er ekki búið að innleiða bókunina rétt, heldur en að fara með málið fyrir erlenda dómstóla. Hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar seinna sinni. Já, virðulegi forseti. Bókun 35 snertir grundvallaratriði í réttaröryggi og samskiptum Íslands við nágrannaþjóðir.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur varið EES-samninginn sem hagsmunamál, eins og ég sagði hér fyrr, leið og við höfum lagt áherslu á íslenskt fullveldi og ábyrgð Alþingis. Sumir, eins og ég nefndi hér, telja skynsamlegt að láta reyna á málið fyrir EFTA-dómstólnum samkvæmt þeim úrræðum sem samningurinn sjálfur mælir fyrir og slík leið er ekki andstaða við EES-samninginn. Aðrir vilja festa skýra forgangsreglu án tafar til að tryggja samræmi í stjórnsýslu og dómstólum og báðar nálganir miða að sama markmiði, að réttindi sem EES veitir virki í reynd heima fyrir. Lykilforsendur eiga að vera óumdeilanlegar. Einungis íslensk lög gilda á Íslandi og Alþingi hefur síðasta orðið. Ekkert í þessari umræðu felur í sér breytingu á stjórnarskrá eða sjálfvirka upptöku reglna. Næstu skref verða því að byggja á vönduðu nefndarstarfi, opnum umsögnum og sjálfstæðum álitsgerðum. Og því spyr ég hér hæstv. Ráðherra, telur ráðherra ekki nauðsynlegt að gefa þinginu allan þann tíma og svigrúm sem þarf til að ræða þetta mál hér til niðurstöðu? Hæstv. utanríkisráðherra svarar andsvari seinna sinni. Virðulegi forseti, ég vil geta þess að ég tel að þingið þurfi bara að nota þann tíma sem það þarf til þess að klára málið. Þetta mál er náttúrulega þaulrætt, við vitum alveg allar röksemdir og forsendur í málinu, þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að mínu mati að afgreiða nokkuð hratt, en ef að þingið kýs að fara enn frekar í ákveðna þætti þá bara gerir það og undir öflugri forystu formanns utanríkisnefndar meðal annars. Varðandi það þá velti ég líka fyrir mér, ef að þetta er að verða afstaða Sjálfstæðisflokksins að frekar að fara með máli fyrir EFTA-dómstólnum, hverjar yrðu þá varnir stjórnvalda fyrir EFTA-dómstólnum í ljósi dóms Hæstaréttar í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur? Hverjar yrðu þá okkar varnir þar? Ég óttast það að við höfum ekki jafn mikið forræði á málinu eins og við höfum núna. Það er líka áhugavert og ég skil alveg alltaf þessa brýningu að Sjálfstæðisflokkurinn vill náttúrulega alls ekki neitt með Evrópusambandi gera, það er bara pólitísk afstaða, en ég vil í ljósi þess að segja að mér finnst pínu ankannalegt að Sjálfstæðisflokkurinn treysti sér og vill fara með málið, ef að ég er að skilja það rétt, frekar fyrir EFTA-dómstólinn, en treysti sér ekki að fara með einfalda spurningu hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum eða ekki fyrir þjóðina. Treystir EFTA-dómstólnum en ekki þjóðinni í svona risamálum. Að síðustu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Frú forseti, hæstv. utanríkisráðherra er tíðrætt meintar réttarbætur sem að ganga þá hér í íslenska löggjöf verði bókun 35 innleidd. Ég er því með, og mér, frú forseti, dugar fyllilega 1 mínúta fyrir erindi mitt til hæstv. utanríkisráðherra þessu sinni, því ég er aðeins með 2 laufléttar spurningar sem hægt er að svara, þá sjaldan það er hægt í þessum sal, með jái eða nei. Þær réttarbætur sem hæstv. utanríkisráðherra sækist eftir með innleiðingu þessarar bókunar 35, þá spyr ég, getur Ísland og Alþingi Íslendinga ekki fært og sett í lög sambærilegar réttarbætur fyrir íslenska ríkisborgara? Seinni spurningin er þá, frestist málið, fái það ekki afgreiðslu og niðurstöðu á þessu þingi núna, erum við þá komin út úr EES-samningnum? Er EES-samningurinn fallinn? Ég skil ekki hvert hæstv. utanríkisráðherra er að fara með þessu. Ég stór efa það, hæstv. utanríkisráðherra, að okkur verði sparkað út úr EES-samningnum þó að þetta mál tefjist vikur eða mánuði. Hæstv. utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, varðandi fyrirspurningu hv. þingmanns, að þá erum við nákvæmlega að gera það sem hv. þingmaður er að segja. Við erum að setja lög nákvæmlega þetta, að tryggja réttarbætur fyrir einstaklinga eða lögaðila hér á Íslandi. Það erum við nákvæmlega að gera. Valdið er hjá þinginu. Það fer til utanríkismálanefndar, til umfjöllunar og kemur svo aftur til þingsins. Og þar erum við að skiptast á skoðunum. En þetta er nákvæmlega réttarbótin sem við erum að leggja af stað með
til þess að treysta öryggi og réttindi borgaranna. Ég hef aldrei verið hrifin af því þegar kemur að utanríkispólitík og þegar við gerum alþjóðasamninga og ekki síst svona mikilvæga samninga eins og EES-samninginn, að við umgöngumst hann eins og einhvern konfektkassa. Við ætlum að uppfylla þetta en ekki þetta. Við eigum að vera ábyrgur aðili, hvort sem við erum aðili að Atlantshafsbandalaginu eða samningsaðili við Evrópusambandið eða aðrar þjóðir og ríkjasambönd. Þá ætlum við að vera ábyrg en ekki láta standa okkur að því að velja úr samningum bara eins og eftir því hvaða konfektmoli er bestur. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis veitir andsvar seinna sinni. Frú forseti, það er óhætt að segja að þarna hafi hæstv. Utanríkisráðherra nýtt áralanga reynslu sína í málskilmingum til að komast hjá því að svara afar einföldum spurningum. Það er hægt að innleiða slíkar réttarbætur bara með einfaldri lagasetningu hér á þessari samkundu sem við köllum Alþingi Íslendinga án þess að innleiða bókun 35. Ég get svarað fyrir hönd hæstv. Utanríkisráðherra. Alþingi getur fært Íslendingum þessar réttarbætur sem hæstv. Utanríkisráðherra vill meina að komi með bókun 35 án þess að innleiða bókun 35. Eftir stendur því spurningin sem ég spurði áðan: verður okkur sparkað út úr EES-samningnum, hæstv. utanríkisráðherra, ef þetta innleiðist ekki hér á næstu dögum? Svo er til svolítið apparat sem heitir sameiginlega EES-nefndin sem við kannski ræðum hér frekar síðar í dag. Hæstv. utanríkisráðherra svarar andsvari seinna sinni. Virðulegi forseti, lykilsetning hér sem ég vil setja út og undirstrika í öllu þessu máli, og ég sé alveg hvert og heyri alveg hvert Miðflokkurinn er að fara: við Íslendingar eigum að standa við skuldbindingar okkar. Við Íslendingar eigum að standa við skuldbindingar okkar. Við skulum þá bara takast á um það ef það eru aðrir flokkar eins og Miðflokkurinn sem vill ekki senda þau skilaboð út. Mér finnst það ámælisvert í þeim heimi sérstaklega sem við lifum í núna, og þangað ætla ég ekki að fara. Við erum að gera nákvæmlega það sem hv. þingmaður er að biðja um, að það komi hingað lög. Við erum að tala um frumvarp til laga. Við erum að tala um frumvarp til laga sem tryggir réttarbætur og öryggi. Við erum að fara þá leið. Þessa leið völdum við. Og þingið mun hafa allan tíma til þess að skoða og fara yfir málið aftur og ítrekað ég veit ekki hvaða sinn þingið hefur núna tækifæri til þess að fara yfir. Mér finnst áhugavert að Miðflokkurinn kallar hér fram í að það sé ekki verið að svara spurningunni, því ég tel mig einmitt vera að svara spurningunni. Mér finnst það áhugavert að það verið að reyna að takmarka hér tjáningarfrelsi þingmanna.